Við erum stödd í Altis í Hafnarfirði, en Altis umboðsaðili Under Armour á Íslandi. En Under Armour einmitt einn af styrktaraðilum EAS trekmótaraðarinnar. Hjá mér staddur Einar Sigurðsson hjá Altis. Hvað segirðu Einar? Hvers vegna ákveðuð þið að styrkja þrekmótaröðina? Í þrekmótaröðinni hópar fólki sem stundar bootcamp og crossfit að miklu krafti og gríðarlegum átökum og fatnaður frá Under Armour hentar þessu fólki mjög vel. Og þarna eru aðstæður sem eru erfiðar, það útiæfingar, það inniæfingar, þannig að þetta fatnaður sem klárlega á heima í þessu fólki. Og þau hafa tekið þessum fatnaði mjög vel og við erum mjög ánægðir með þetta samstarf sem hefur verið. Þú segir að þessi fatnaður sé góður við erfiðar aðstæður. Hvað áttu við? Það Under Armour með tvær gerðir af fatnaði. Það cold gear fatnaður og heat gear fatnaður. Cold gear fatnaðurinn hentar mjög vel bootcamp, crossfit, en þess að það mikið að útiæfingum líka. Og þá mjög gott að vera í cold gear fatnaðunum, en þess að markmiðið að losa þig við svitann. Sviti á líkamann, það það sem kælir okkur. Og það eitt af eiginleikum á þessari flík að mjög fljótur að losa þig við og hann fljótur að þorna. Og það langbest að sýna það, heldur en að segja það. Þannig að við skulum bara gera smá test hérna. Setjum töluvert mikið vatn hérna, þannig að en þú pröfa núna að þreifa yfir þetta. Finn ekki neitt, ekkert. Innarlagið alveg þurrt og rakinn allir komin utan. Já. Svo erum við með fyrir aðra aðstæður. Þegar það heitara, ef fólk bara að stunda inni, þá mjög gott að vera í svona. Báðar þessar flíkur svona compression, þrýstifatnaður og það hjálpar til við æfingarna, gott að halda þrýsting á vöðvum og losa þig við svitann og það heldur jafnari hitastig á líkamannum. Og svona þrýstifatnar, hann þarf að geta þolað mikið og hann geta teygst í allar áttir. Þannig að mér langar að sýna þér hvernig við teygjum þetta. Þetta magnað. Og alltaf verður hann eins. Þetta þú þetta 1000 sinnum? Örugglega 1000 sinnum, 2000 sinnum. En þetta teygjan heldur mjög lengi í þessum fatnaði, í báðum þessum flíkum. Svo ég hérna í þriðju típunni af peysum. Hvað sérstakt við þessa peysu ég í núna? Þessi peysa, það hægt að snúa henni við. Hún hlýrri svona eins og ert í henni núna. Þannig að ef það heitt, þá getur bara snúa henni við og það betra. Og við þökkum þá Einar í Under Armour kærlega fyrir spjallið. En eins og þið sjáið þá ég búin að snúa peysunni við. Þetta allt annað líf miklu svalara og algjörlega ný flík.